Arnar, 1-0 tap í dag, þetta hljóta að vera gríðarleg vonbrigði þessu úrslit. Já, klárlega. Ekki bara fyrir mig, bara fyrir alla sem í kringum félagið og ég held kannski einna mest fyrir þá sem voru að spila inn á. Því ég held að vera ansi margir þar sem vita að þeir geta gert mun betur og ég held að það hefði kannski verið það sem gerði ekki eftirmunn í dag. Það voru margir leikmenn sem voru ekki að spila á eðlilegri getu og leikurinn kom mér ekkert á óvart, í leiknum. Þeir myndu líka tilbaka og vera dýrvillis og láta finna fyrir sér og keyra í okkur og brjóta á okkur trekk í trekk. Það var raunur uppleggið og reyna svo að sækja hratt. Albert er náttúrulega drullu góður senter og það er lítinn tíma og er öskufljótur. Þannig að skora náttúrulega snildamark upp úr einu hraðaflipinu. En auðvitað er maður vonsvikið með það en svona er þetta stundum. Það er bara þannig, það er bara næsti leikur. Eins og þú segir með uppleggið þeirra að vera dýrvillis og svona, þeir náttúrulega brutu 5-6 sinnum á okkur fyrstu 10 mínútunum. Heldur þetta hafi tekið alveg kjark á mönnum? Nei, þetta var ég raunir búinn að segja fyrir að eitt sem á ekki að koma okkur óvart er það að þeir myndu koma og þeir myndu sparkja okkur aftur og það er bara okkar að taka á móti. Þetta er karlmannsíþrótt og auðvitað er það að dómarinn náttúrulega grípa inn í að það er of mikið af því. En það var ekki það sem gerði útslagið í dag að dómarinn var ekki góður, alls ekki, það voru bara við sem vorum ekki nógu góðir. Við varum of mikið það, lélega snertingar, léleg touch og síðasta vallarhelmingi voru bara ekki nógu klókir. En það er ekki nóg að ráða gangi ferðinni á allan tíma að vera með boltann. Menn þurfa að skapa og menn þurfa að klára leiki og það gerðum við ekki í dag. Kemur hérna 70-75% með boltann en hugmyndaflugi á síðasta þriðjunga bara valla til staðar. Alveg árið til það, ég meina leikmenn sem hafa verið að gera frábæra hluti hingað til. Það kemur stundum fyrir að menn eiga bara ofta og það var bara allt of margir sem áttu ofta í dag. Og það er náttúrulega blóðugt í þeirri stöðu að geta komið sér í annan sæti og í vanlega stöðu fyrir næsta leik. En við breytum þess ekki, auðvitað er þetta trullu fullt. Ég vildi síður koma í þetta viðtal, ég get alveg sagt ykkur það en svona er þetta og ég er nokkuð viss það að það var einhverjir sem er upp með svefn í nótt og svo er bara æfing á morgun og svo er leikur aftur á sundaginn og þar þurfa menn heldur betur að stíga upp og það voru hörkuleikur á móti KR og þar hafa menn tækifæri til að koma sér aftur á blað. Þeir eru svona kannski bæði töpin í sjónum á móti IB og Fylkir, það eru svona leikjum þar sem þið getur komið ykkur í mjög góða stöðu, betri stöðu en þið eruð í, þannig að það svona hlýtur að vera smá áhugjefni. Það er ekkert áhugjefni, þetta er maður náttúrulega bara fyrst og fremst svektur að menn skuli ekki grípa tækifæri. Og þetta eru kannski báðir leikir ekkert ósvipaðir því leit til að það var djöfisins slæti og menn létu svolítið finna fyrir sér. Og það svona vantaði aðeins upp á það að við myndum að því að tækifærin voru gríðarlega í þessum leik að það var alveg gjörsamlega opið okkar hægra megin og spiluðu ekki með einn mann á hægri á vinstri kantinum hjá sér sem ætti að gefa okkur með þessa offensífu bakverði miklu meira möguleika en við vorum bara ekki að nýta okkur það nógu vel og það er það sem maður er kannski mest svekktur með að möguleikarnir voru klárlega fyrir hendi og nákvæmlega eins og segir við vorum með boltann allan tíman í leiknum en það er bara ekki nóg. Við þurfum að vera miklu agressívari að skapa færi og hugmyndaflugi var svolítið lítið í dag og það er bara eins og það er og það er það sem er að kosta okkur og svo náttúrulega við hefðum ekki þurft að fá okkur þetta mark en ég ætla ekki að taka af Alberti að þetta var stórglæsilegt mark og þetta er það sem skilur á milli. Kemur inn á leikinn á móti KR, hlýtur að vera svektur út í Damir að fá þetta heimskulega gula spjald sem þýðir hann í banni í þeim leik. Já, það er, en ég meina, ég ætla nú ekki að segja, maður gerir marga vitleysu sjálfur þegar maður var að spila að í hita leiksins og menn eru pirraðir og hlutir ekki að ganga upp og þá gera menn stundum. Auðvitað er lítið mál að vera vitur eftir á og auðvitað var þetta bölvuð vitleysa og menn vonandi læra á því. En ég ætla ekki að hengja á Damir, þetta getur komið fyrir en þetta var ekki aðalmáli en auðvitað er það blóðugt að hann sé í banna á móti KR, það kemur bara maður í mannstað. Þorsteinn Már, það var ljóst í dag, hann kemur ekki, búið að vera lengi umræðinu, kannski fínt að þetta sé klárt hvernig endalókin eru það? Já, ég meina þetta var búið að vera mikið í loftinu og búið að vera hálfgerð sirkus í kringum það. Þannig að það er, eins og ég segi, hann er búinn að taka ákvörðun, ég óska honum bara alls eins besta með KR áfram og það er bara eins og það er. Og við skoðum bara hvað er mögulegt í glugganum. Ef náttúrulega óskar maður þess að það komi ykkur inn, einn eða tveir, ef ekki, ég meina þá er það þessi hópur sem við erum með og sem hefur komið okkur í þessa stöðu
við erum ekki að spila 3 leiki í viku þannig að ef við erum heppnir með meiðsli þá þetta alveg geta koma okkur þá leið sem við viljum.